var næstu því hrekkjavöku. Wow, it's spooky season. Þetta hrekkjavöku vika. Já. Hrekkjavöku vika. Það má segja það. Já, má segja það. Já, það er orð. Það er orð. Eða setning. Ángríns. Við erum sem sagt búnar að hella okkur upp á teð. Já. Þið fáið ekki að sjá ketilin í þetta skipti að því að fyrir þá sem horfa á YouTube sjá að borða okkur upptekinn á öðrum hlutum. Já, við erum innan með mjög blingaða hauskupu og bleikt grasker og bleikar köngulær. Bleikar köngulær og köngulær við út allt og svona. Að því að eins og þú sagðir, it's spooky season. It's spooky season. Já, og fyrir þá sem eru ekki að horfa líka þá erum við djöflar. Í dag erum við djöflar. Við erum djöflar og við erum með blóð. Við erum með blóð, við ákveðum að fara yfir on the dark side eftir samsæðiskenningaþáttinn að því að hann kom út. Hann kom út. Erum við ekki öll í sjokki, eða? Ég er mjög miklu sjokki, sko. Ég alveg eins og ég var bara svona, hvað, veistu, þú sendir mig á mig bara daginn, saman dag, Já. bara eitthvað svona, er allt í góðu með þáttinn? Og ég alveg, já, en svo var eitthvað svona smá fókusisjón, þetta verður skilur Ekkert með soundið allavega? Ekkert með soundið, þið fengu öll að heyra þetta, við þorðum ekki að setja inn myndir. Nei. Fyrir þá sem að að því að það er myndið að gera síðaskilur, við settum inn myndir og hann hvarf og ekki náttúrulega gott, sko. Ég held að sé, hann er allavega ennþá live. Hann er ennþá live, þannig að við ákveðum að fara on the dark side, Já. við gengum í lið við Illuminati Og djöflana. og erum því orðnar djöflar. Já. Við erum drefnar. Já, við erum þess að drefnar líka, fyrir með blóð. Skornar á háls. Við ákveðum að vera nákvæmlega eins. Já, við erum nákvæmlega eins. Það er gaman að vera twinning. Já, því að það má. Það er alveg Halloween, skilur, Já. að twinna. Við erum bara... Það væri miklu skrýtnara að vera twinning bara á venjulegum þriðjudegi. Við höfum alveg gert það samt. Ég veit, en þú veist, það væri samt, er það ekki meira spes? Jú, mér er samt ekki að vera bara eins búning, sko. Já, mér líka. Já. En þetta er líka ekki búningur. Nei, þetta er ekki aðal búningur. Nei, þetta er bara fyrsta vika Bara smá tís. Já, þetta er bara svona fyrsti í vikunni, annarri vikunni og þetta verður skilur tís. En búningarnar okkar eru ekki svona. Nei, alls ekki, við ætlum ekki að segja gefa meira. Nei, en þið með endilega gíska hvað þið höldið. Haldið ef við ætlum að vera. Ég held að enginn getur giskað. Nei. Ég held ekki. Nei, það er örugglega ólíklegt. Sumir kannski. Kannski. Já. Kannski ykkur á núti. Já, kannski ykkur einn. Það er kannski ykkur einn á núti sem gæti vita það. Gæti verið. Ég var til að sjá okkur reyna að giska, sko. Með kommenta á Instagram, á Senda okkur DM eða... Apple Podcast eða YouTube-ið okkar, hvað þið haldið ef við ætlum að vera. Já. En það var bara gaman að ef ykkur hittir á rétt, það var að redda ykkur, sko. Já, við rættum ykkur. Já. Það var eitthvað smá, einhver pakki fyrir... Við græmum ykkur mér. Já. Það er bara ef ykkur, við sjáum bara komment rétt, Já. myndum aldrei tilkynna að vera rétt hjá þeim aðla, myndum bara senda þeim aðla persónulega skilabóð og segja bara Þú átt pakka. Við ætlum að redda pakka ykkur svoleiðis. En talandi pakka og talandi góðar gjafir og svona, þá mælum við náttúrulega alltaf með Laugaspa. Organic Skincare. Yes, Það er að koma jól, þannig að það er bara geggjað að fara inn á síðuna organicskincare.is og skoða eitthvað jólapakkan. Já, eða bara jóladegur. True. Eða svona jóladagatal. Já. Heyrðu, skulum ekki alveg missa okkur í jólaumræðinni. Það er Nei, Halloween. það er spooky season. En ég bara segja, þú veist, ef að sniðut að vera undirbúin og líka ekki bara það, bara fyrir sjálfa því það er að fara að kólna ennþá meira því miður og við mælum með, ekki bara, við höfum oft talað raka í andliti hvað það er ógeðslega mikilvægt, en líka á húðina. Og mér langar að leggja miklu áherslu á vanilla bodylotioni. Sérstaklega og vilt einmitt þetta cozy vetrar feeling, þetta er bara raki sem bara fer inn í húðina þína. Svo létt líka áfriðin. Þetta er ekki svona þykkt krem, þetta er bara svona... Nei, þú veist ekki 3 ára að þarna skilur. Þetta er bara fer inn í húðina svo ógeðslega næs. Og geggjur svona vanilegt. Þú getur farið beint í náttfötin. Já. Eftir kvöldbaðið eða kvöldsturtra. Þú segir það. Heldur betur. Herru, í dag, eins og við segjum, já, við erum svona að taka smá svona búninga þátt í dag. Já. Bara, þú veist, ræða eins búninga. Sjá, hvað getur við sagt? Ræða eins búninga, komið hugmyndir. Smá inspo. Þú veist, að því að
hvað hefur við betra að gera heldur en að dressa okkur upp heima á okkur fyrir Halloween? Það var gaman. Ég veit að það enginn að fara í eitthvað stór partí. Nei. Og ég veit að það ekki neitt að halda neitt í stór partí eða eitthvað svona þannig. En það ekkert að því að klæða sig upp heima og gera samt eitthvað skemmtilegt úr því. Og fara að horfa myndið eitthvað, skilur, bara gera eitthvað, matabóð, eitthvað skemmtilegt. Bara fyrir svona nánustu fjölskyldu, vera með, eitthvað svona keppni innan nánustu fjölskyldunar eða eitthvað, líka bara að redda sér heim, það sko ótrúlegt hvað þú getur reddað þér heima með búning, fattar við? Það sem þú átt. Það alveg magnað. Það magnað, sko. Þannig að, allir, við hvetjum alla til þess að gera, þennan laugardag, eitthvað aðeins öðruvísi. Smá spooky. Þó að sé ekki spooky samt, bara sé að dressa sig upp sem ykkur karakterar. Já, ég vil sjá eitthvað dressa upp sem ég og þig, eitthvað iconic duo, ég og þú. Það svoleiðis. Já. Það stór stimpil til að setja á okkur. Tebóðið. Það geti alveg verið hægt. Eitthvað má klæða sig upp sem tebóði. Fyrir bara í svona gerir sig að tebóka eitthvað. Já, það var svona ketill. Já, það ketill. Eitthvað svona hvítu ketill. Það ekki að búningur. Það geðið. En já, þannig að við, þó svo að enginn sé að fara í eitthvað stór partí eða neitt slíkt. Það ekkert að því að, gera eitthvað skemmtilegt úr því heima. Eins og við. Nú erum við bara, það enginn sem sér okkur sem að ég og þú. Nei. Og tebóð gestirnir. En ég mun að við gerum okkur til bara því að það gaman. Já, og líka bara brjóta upp á, vera með að drepast yfir þessu banniskilru, yfir þessu veiru. Oh my god. Hvað aldrei margir ætla að vera krónaveran? Oh my god, það eru ógeðslega margir. Ég var ekki eins og áttum á því. Vá. Örugglega sjúklega margir, sko. Já. Srumlegt. Það alltaf eitthvað svona eitt sem svona eitthvað ár. Já. Fattur mig? Algjörlega. Svona eins og þegar Suicide Squad kom út, það voru allir Harley Quinn og Jokerinn. Já. Það alltaf eitthvað svona iconic fyrir árið. Og núna bara korona. Ég held að sé bara það. Já, korona og koronabjórinn eða eitthvað. Já. Eitthvað þannig. Eða svona, já. Vera veira eða vera í svona hazard suit. Já, hazard suit, svona hliðabúning. Ángríns. Það verður eitthvað þannig, sko. En ég meina, gera það þá heima, skilur. Gera eitthvað skemmtilegt úr því, takki mynd, sendi okkur, takki okkur. Já, please. Gera eitthvað smá spooky, skreiti svona smá spooky heima hjá okkur. Já, bara enjoy. Þetta orðið svo mikið á Íslandi, miklu meira en það var. Það nefnilega málið. Við löpum inn í eins og Krónunum daginn, það var bara fullt af ykkur dóti. Já. Bara inn í öllum búðum, bara svona fullt af ykkur Halloween dóti. Þetta, þegar við vorum yngri, það var bara öskudagur og það var ekki til. Nei. Ég held andis bara öskudagurinn sé cancelled, sko. Nei, ekki fyrir yngri krakka. En ég held í alveg að muni kannski þessum 10 ár og Halloween verður bara the shit. Já, líka já, að því að, sko, ég veit ekki alveg, þetta mín fófræði, ég veit ekki alveg tilgangi með öskudegi, þetta var eitthvað að hengja póka aftan á fólk. Var það gert? Já, eitthvað svona, þú ættir að hlaupum og hengja sandpóka, hrísgrjónpóka aftan á eitthvað. What? Það eitthvað hefðin. Já, ok, ég aldrei þetta. Þannig að þetta eitthvað gert skrítið, en Halloween bara svona, það spooky season, það orðið dimmt úti. Það skemmtilegt. Já. Þetta hristi svo upp í, þessum dökku tímum minna. Algjörlega. Ég elska Halloween miklu meira. Ég svo fegin að þessi komið meira til Íslands. Já. En ég aldrei farið í Halloween party. Nei. Mér finnst það ömurlegt og mér langaði svo mikið að halda Halloween party ár. Já, og svo, bam, heldur bara 2 á næstari. Ángríns. Það, vá, og við erum bara með 2 búningum. Já, við tökum svona kæli á þetta og verðum bara í milljón búningum bara yfir mánuðin. Já, pældu. Það verður bara geggja. Já. Þær byrja að undirbúa sig, ég veit ekki hvenar. En áður við förum í þær og stjörnunar, þá samt ætla ég að segja, sko, Halloween líka, ef einhver getur tekið þátt í því, þá það Ísland. Það allt morandi draugasum. Já. Skilurðu? Það pitch black úti núna í október. Það byrja að vera svona ógeðslega lítið dagsbyrsta. Já. Ef það spooky season eitthvað staðar. Það það hér, sko. Það það hér. Ángríns. Akkur Við erum búin að vera lengi að taka þetta yfir, en ég held að þetta muni bara stækka, sko. Ég held það líka. En ég ætla með Halloween þá, það ógeðslega margir á þeirri skoðun að þú þurfir að vera skeri klæddur upp. Já, finnst þér það? Nei, mér alveg sama. Já. Mér finnst bara að mæta sem, bara búningur, ég veit ekki.
Super Mario eða skilur eitthvað en það ógeðslega margir sem segja Halloween á að vera scary og þú ert að klæða upp sem scary með blóði og eitthvað svona Hvað finnst þér? Mér finnst það bæði, þetta er alltaf þannig að ég veit það ekki, það er alltaf gaman líka bara að geta verið einhver annar bara pröfa það en það er alltaf líka, ég held að maður ætti bara að gera bæði Ég held það líka nefnilega af því það er svo gaman að fara á eins og þú veist allir gera bara dressa upp sem einhver önnur stjarna eða einhverju karakterar eitthvað karakter eða eitthvað þannig Ég held ég aldrei gert neitt skeri en mér langar það Þetta er eiginlega mest skeri sem ég gert Já, ég veit maður gert svona það fyrir með smá blóð á hálsunum fyrir þá sem maður hlusta það er gerður blóð Já, ég hef alveg gert eitthvað svona skeri í skólanum þú veist, eitthvað í grunnskóla þú veist, that's it annars hef ég ekki eitthvað gengið á Halloween eða bara Nei, það var eitthvað svona, þú veist það var eitthvað svona sýning, já, eitthvað svona mikið af svona leikritum í grunnskólanum mínum og þannig Ég hef eins sinni farið Halloween-partí Það? 2013 þegar Íris vinkona okkar hélt upp afmæli sitt Já, ég var líka Ég var vampíra eða ég var, ekki vampíra, ég var Fangbanger hún var vampíra á Íris Hvað er Fangbanger? Það er úr True Blood og True Blood vampíru þættir sem að ekki margir á séð en ég og Íris elskuðum það sko. Þannig að hún var vampíra, hún var með svona tennur og allt sko, sem var bara mótið þessi tennur hennar sjúklega cool sko. Og svona og ég var ég átti ekki tennur þannig að ég var Fangbanger Þú átti ekki vampíru tennur Já, ég átti ekki vampíru tennur þannig að mér langaði ekki að vera með eitthvað svona drast að því hún var með geða flottar Þannig að ég ákvaði að setja bara svona 2 svona blóðdropa eins og hún væri búin að býta mig, skilur hún draf þig Já, eða hún drep mig ekki hún bara borða þig Já, blóður mér Fangbangers eru svona þeir sem að fíla að vera með vampírum bara eitthvað svona Þetta er eitthvað mjög skrítið Þannig að þú varst það Já. Manstu hvað ég var? Þú varst Maríu Bjalla Ég bara Maríu Bjalla En já, Maríu Bjalla Og veitu, var ekki Gunni með þér? Jú, og Gunni var náttúrulega Hann var grísku guð Já Ég líka alltaf að gera grín Var ekki fyrst skipt sem að Gunni kom einhvern veginn í svona partí með okkur Jú Og líka mæta þá bara í tókabúning sem grísku guð Það er bara það er gett svona djart það er geðveikt Ég maður þetta svo vel eftir Þú veist, allir hinn strákutum voru bara þú veist, ég veit ekki Vampíra, kúriki, whatever skilu hann bara svona nánast nakin hann En já, ég fór í það partí Ég fór alltaf líka í Halloween partí í fyrra Ég fór í 2 af því ég var úti í Bandaríkjunum og þar sko þú gast ekki labbað niður venjulega götu á þess að vita að vera Halloween í gangi þá er ég að tala sko bara þegar október byrjaði þú veist það var bara svona 31. er að gerast þú veist það bara voru allt morandi skilur bara svona alls konar búningabúðir poppu upp bara hér og þar og maður var bara what skilur og Vá, ég get ekki ímyndað hversu gaman það er að vera úti í Bandaríkjunum á Halloween og nammi, þú veist, allt nammi sem okkar keypt í búðunum við erum náttúrulega í miklu stærri umbúðum og miklu skemmtilegra og allt úti, þú veist, alla búðir CVS og Target, allar þessar búðir þær skreyttu líka þannig að það var rosalega skemmtilegt það er geðveikt þar sem að, þú veist, allt landi tók þátt í þessu og þú veist, all in það er svo geðveikt, vá við þurfum að fara ekkert mann í október og fara í eitthvað risapartí en ég fór fyrst í svona Halloween partí sem það var ekki á vegum skólans en það var svona, þú veist geðt margir úr skólanum, það var svona geðt stórt partí og búin að leigja bara reistorun sal í einu svona húsi sem var þarna og eitthvað, þannig að þú veist þá mættu nánast svona allir sem maður þekkti einhvern veginn í það partí og þá fór ég sem Maleficent ég man eftir þessu, þetta var svo geðveikt en ég var bara í, þú veist bara leðbuxum og einhverjum svörstum topp og eitthvað þannig, en ég keypti mér alveg frekar vegleg og dýr sko, Maleficent hot það var sjúklega flott sko. Já, ég var sjúklega, þú veist, með við hvað það var bara easy að kaupa úr hotnin og þú veist, allt gekk Þú varst ekki með gríminu líka eða? Varstu bara með hot? Nei, þú veist Varstu með hárið? Já, nei, þessi hot sem ég keypti mér kom alveg hingað niður þannig að þú veist, alveg niður enn einhvern veginn og í svona
einhvern þrýting þar þannig að þetta var meiri kannski svona húa heldur bara hotn þannig að þetta klæddi mig miklu meira þetta var ekki bara svona, núna eins og við erum með hotn og spöng sem við settum á okkur þetta var meiri svona einhvern veginn hattur, kannski pínur svo sund þetta þetta var alveg þannig þetta var alveg þannig, þetta var alveg svona stíft efni en settur hárið inni eða varst með úti? Nei, ég var með bara úti, liggjandi slétt fyrir aftan þannig að það kom, að því annars hefði verið bara eins og gangandi hálf í mínum eigin, mér hefði fundist þannig, eða liðið þannig þannig ég fór sem Maleficent í það svo var Halloween party 31. líka þetta var, þetta var deginum áður mann einhvers það hefði verið fyrstuðar whatever, allan ég fór aftur næsta dag í annar party og það var bara svona heimhúsi hjá mínum vinahóp, þannig séð og ég undirbjóð mig ekkert jafn mikið fyrir það því ég var eitthvað svona ég var svo spennt fyrir hinu ég nefndi ekki að kaupa mér eitthvað tóbúninga og ég var eitthvað svona, er ég að fara að mæta ég veit ekki, eitthvað svona, það var svona frekar last minute og þá átti ég eitthvað svona brúnan beislitaðan kjól, setti svona eitthvað svona tvo snúða inn hárið mitt og gerði svona ljóna make-up og var bara ég er ljón það gekk ég man smá eftir því ég er sendt reitt snapp eitthvað, ég tók enga myndir en þannig, ég bara eitthvað svona en hitt var iconic sko, það var sjúklega flott en hvað sá ég marga klæddu upp sem Trump í alvörunni það var bara ógeðslega algengur búningur ekki ímynda mér og allir náttúrulega bara svona, ég sá Trump dáinn skilur þetta, fattur með blóði en við svo sniðið að gera eitthvað karakter ekki segja að það sniðið að gera Trump eða whatever bara eitthvað en hafa döðan það er svona, þú gera þá meira Halloween einhvern veginn, saman hvað það er og zombie þessi, skilur það er ekki ekki og svo það var svona drögglega í meiri hluta myndi ég segja að fólk var bara í búning en ekki scary búning það var alveg meiri hluta, það var alveg vinkona mín Hanna, hún er frá Svíþjóð hún fór sem Íkja það var ógeðslega fyndið og hún sem sagt klæddi, bara bjóð til eitthvað svona crop top úr Íkja pókanum bláa svo keypti hún sér eitthvað Íkja hatt það er svo sniðugt bara eitthvað sem við fundum á Amazon hún er frá Svíþjóð eða ekki? Jú, þannig að það var gett svona eitthvað svona það var gett cool, það er Íkja er alltaf svo iconic bara Svíþjóð svo sænst þetta er svona alvöru svona frumlegt mér fannst það, einmitt og hún var sko bara alveg last minute bara hvað á ég að vera þú gætir ekkert gert þetta með eitthvað Ísland nei, þú getur alltaf að fara í fótboltabúningnum eða eitthvað ég er alltaf ég er frá Ísland þú gætir eitthvað svona vikingur kannski, svona vikingur þú getur gert eitthvað þannig þá gætir samt verið að fara á því Noregi, Svíþjóð eða öllum Norrlandurum það er einmitt, ég átti fullt af sko norskum vinum og við vorum ofta að rífast hverjir væri the original Vikings Norðmenn vildu halda fram að væri þeir eru við ekki, Norðmenn og eitthvað hannig ég veit ekki, ég bara reyfst í baka hvað verður bara, nei við bara við, best þannig að ég veit ekki, en getur vel verið ég held að, ég veit ekki neitt sko ég ætla ekki eins og að reyna að halda eitthvað en ég ætla hann átti þessu röfildi og mér varstu mjög skemmtileg það verður alltaf verið með smá fæting sko gott sko þegar fyrst eitthvað ætla að taka þú varst alltaf manni Icelandic and proud svo fór vinkona mín sem einhyrtingur það var skemmtilegt það var alls konar svona sko alls konar svona skemmtilegt bara en ef við ætlum að halda áfram á þessum nótum varðandi búningar sem við höfum verið í þú voru alveg verið í búning oftar en bara þegar þú varst þarna ykkur ég veit sem verið fingerbanger hjá Írisi fingerbanger ég veit ekki stopp oi, nei hvað varstu? Fangbanger Fanger Fingerbanger er bara eitthvað allt annað sko. ég veit, ég sagði þetta viljandi en fyrst en sorry ég hef verið vampíra líka sjálf bæðskiptin sem ég var Fangbanger og vampíra, þá var ég bara svona rauðu korsetti og svo bara með blóð og þá var ég samt með tennur líka hvað varst að gera þá? bara systir mín var náttúrulega í make-up skóla og var í svona að þið voru alltaf að gera svona look svona airbrush og kanni þannig ég var alltaf módel fyrir hana þannig að ég var gerði ég það look með henni og svo eins og var ég Darth Maul úr Star Wars það er rauði kallinn það er rauði kallinn það var máli bara alveg rauð en hann er samt ekki það sést aldrei í líkamann hans sko
Þannig að ég var samt bara full body málið, skilur, þú veist, já, upper body. Og með svona svarta línur út allt og eitthvað. Það var mjög cool, sko. Já. Ég var til að recreata þetta, því þetta var fyrir, sko, ég veit ekki hvað mörgum árum. Já. Það var ekki að gera þetta í dag. Gera þetta aftur, já. Einmitt. Og svo eins og hef ég verið korpsbrædd. Af hverju varstu það? Reipaði gerði það bara. Já, systín. Já, einmitt. Þú var bara, þetta var allt úr hennar skóla, hún var bara að æfa sig. Geðvikt. Korpsbrædd og held ég var svona uppáhaldslúkið mitt, það var sjúklega flott. Já, það er ógeðslega flott. Geðvikt, sko. Ógeðslega flott. Það er geggjaður Halloween-búningur. Sjúklega flottur Halloween-búningur. Þannig að þú veist, ef ykkur að leita búning korpsbrædd, geggjað. Það bara mála sér bláan og gera augabrúnin svona upp. Geðvikt flott, sko. Þetta er fullt af einhverjum tutorial líka núna, já, og líka þú veist, einmitt að því að þessi þáttur að vera pínu svona inspo fyrir ykkur ef að þið viljið gera eitthvað og þannig að það er einmitt það líka, þú veist, þú bara fara á YouTube og tjekka á okkur svona DIY og þú veist það laust, já nefnilega. Ég man að ég er ekki góð í make-up eða eitthvað neitt þannig, skilur, og ég man því ég var út í Englandi og þá fór ég líka í Halloween party. Þá var skemmtistaðar sem var með Halloween, bara þú veist, þú komst ekki inn á skemmtistaðar og varst í Halloween búning. Það er ekki skemmtilegt. Það er regla, sko. Af því að þú veist, þá bara voru allir jafn astalegir, skilur þú veist, þetta er bara svona eins og við færum inn í bæ núna, við værum bara fáránlegar. Já, þau myndi enginn taka þátt í. Já, þú veist, fyrir utan náttúrulega allir skemmtistaðar lokar og allt það, en let's pretend. Eða væri venjulegt ár. Það myndi fara í Halloween búningin í bæ. En samt. Já, ég var alveg farið í búning. Já, en það er bara gaman að vita ef allir aðrir eru að fara að vera líka, skilur, það er bara óslega skemmtilegt. Það er ruglað, sko. Þannig að þú veist, ég var að fara það og ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að vera og eitthvað svona þannig. Hann ég ákvað að vera Spiderman. Hún ekki það? Já, og ég... Veistu hvað Spiderman heitir in real life? Peter Parker. Ok, vel gert. Takk. Ég bara, þú áttur ekki skilja að vera Spiderman eða þú veist það. I know some things, Peter Parker. En já, þannig að ég keypti mig bara eitthvað rauðan kjól og svo lærði ég bara að gera, þú veist, og eins og ég er ekki góð í make-up en þú veist. Þú er samt mjög flink, þú veist, að mála þig, skilur. Finnst það? Já. Þú veist alveg ná að gera oft svona einhver mjög flott look og þú ert alveg mjög góð að gera augnskugga og eitthvað. Takk. Takk, músa. Þú veist, ég veit að þú ert góð, skilur. Þú ert mjög góð í því. Nei. En ég bara segja, þú veist, einhver eins og ég sem er kannski eitthvað endilega gekk góður í því eitthvað þannig. Ég gæti alveg gert alveg svona, þú veist, bara herma eftir. Ég keypti mér bara svona rauða andlitsmálingu og svo bara svartan eyeliner og það bara virkaði. Og það er bara sjúklega simpúl. Já. Þetta er ekkert mál. Nei, þetta er ekkert mál. Nefnilega ekki. Og svo er bara ógeðslega gaman að smetla eitthvað mynd og eiga bara eitthvað svona. Já. Pröfið þetta, ætlum að hvetja ykkur til að gera. Já, pröfið. Bara þú að sé bara mál ykkur heima og þú veist, eins og ég segi það að fá andlitsmálingu í öllum maturubúum. Nákvæmlega. Skilurðu? Þú veist, það eru allir að taka þátt í þessu. Spiderman líka geggjað eitthvað til að pröfa. Bara rauð andlitsmáling og eyeliner. Já. Sjúklega simpúl. Og svo ertu kannski bara eða átt rauðan ból, rauðan kjól eða ekki, svartan ból, skilur virka líka. True. Smelta svo það mynd og taka það tilbúið og þú ert æði. Og þú ert æði þá. Nei, segi svona. En já, ég er að fara í búningar sem ég verið Maleficent, Spiderman, Ljón, Maribella. Svo náttúrulega held ég partí fyrra. Heldst þú Halloween partí? Nei, ég og bróður minn, við heldum sameiginlega útskriftarveislu og ef við förum með hans yfir hverju mætti hana, eða þú veist ekki hverju mætti hana en hvaða búningar voru, þá kannski kom ykkur á hugmyndir. En ég og Aron heldum sameiginlega útskriftarveislu því við varum bæði að útskrifast úr BA-námi á sama tíma og við heitum Birta og Aron þannig okkur fannst BA útskrift geggjað sniðugt þannig að við vorum með útskriftarpartí og við vorum búin að bjóða öllum í partí, þetta var ekki skemmtilegt, við vorum búin að bjóða öllum í partí og við sögðum, þetta er búningapartí en sögðum ekki þema nema svona kannski svona mánuði, 2 mánuðum fyrir en við buðum alveg kannski 3-4 mánuðum fyrir í þetta partí. Já, þú sýtt að setja fyrr, sko. Já, en það átti samt að vera smá mystería. Já, svona, að panta sér búning, sko. Já, en það náðu allir að redda sér þau vílíkt vel, ég var ekki Ég sem gerða svo last minute, sko. Já, en það var líka bara þú Þú veist, já anyways já, þannig við ákveðum bara svona 2 mánuðum fyrir partíið þá tilkynntum við að þemað væri iconic duos sem þýðir að þú veist hún kemur sem eitthvað svona loðsagnar teimi. Já, þú veist í einhverjum duos 1 og 2 skil. Já, eða tríos. Svo eru nokkru sem komið sem tríos og þá er líka bara allt í góðu en bara þú veist svona hópur eða svona
eitthvað svona iconic meira bara. Neitt í rauninni og fólk var sjúklega frumlegt við sögðum engum hvað við ætlum að vera og póstum myndina af okkur hálftíma áður en partíið byrjaði til þess að sýna öllum og þá endurgerðum við mynd við vorum þess að systkinin Donatella Versace og Gianni Versace og því okkur varst þau svona því að við erum systkini þannig að við þurftum að velja einhver iconic systkini og póstum hálftíma fyrir og þá var allir bara oh my god, þá var ekki gaman fyrir okkur að sjá alla hina mæta af því við vorum búin að segja allum, þú veist en þú mættir með Auði og Jóu og við vorum Mean Girls ég var Regina George of course you were eins og ég sé alveg Mean Girl nei, bara þú varst ljósað já, og Jóa var Gretchen og því hún dökkarð og Auður besta okkar var Karen já en hún er alltaf svartærð hún Auður, þannig að við getum hann að kaupa bara einhverja ógeðslega ljóta hárkollu, bara svona blond hárkollu en það sem kom ógeðslega vel út en líka það er bara eins og Gretchen og Regina myndi gera við Karen já, og grís so they get in character en hún var bara gett til í það samt eins og Karen myndi vera ég hef ekki verið til í að vera með hárkollu nei ekki svona, ég hefði viljað vera með eitthvað geggja hárkollu eins og þú varst með geggja hárkollu en hún tók þetta á sig og hún rockaði þetta sko geðvikt. Það var geðvikt en ég gerði minn búning DIY sko algjörlega. Ég var bara heima bara algjörlega burn book líka, við byggum til burn book keyptum ekki tilbúinu burn book, keyptum við keyptum við venjulega bók settum bleikan pappir utan hana ég teiknaði allt burn book dótið á hana og plastaði hana og við tókum myndir, skrifum inn í hana já, þau voru með polaroidmyndavél og voru að taka myndir það var svo geggja svo að ég fór í blóðu á bringunum minni ég hef búin að býja eftir þessu lagst í það með puttanum já en það er alltaf það er bara með blóðu putta líka en þetta var geggjað já, en svo líka Regina er alltaf með svona iconic svona R-hálsmenn og ég var út allt að leita þess þetta R er alveg bara svona tengiskrift bara mjög iconic já og ég fór bara í allar búðir í bara heiminum á Íslandi í heiminum á Íslandi? Já, þetta var, ég tek fram, þetta var 3 dögum fyrir partíið já, en ég tek fram, hún hafði 2 mánuði til já, veistu hvað er þetta að finna dúo fyrir mig og Jói, við vorum bara hjálp já, þið voru ekki alltaf lengi já, af því við erum alveg skiptar skoðanir sko. það var ekki eins og þú væri ekki mennið partner nei, það var ekki vandamálið sko. En það var bara, ég og Jóa vorum bara ekki sammála nei mér langaði bara Þór og Loki og henni langaði að vera, þú veist, Serena og Blair eða eitthvað já, ándjóks en þegar þessi hugmynd kom og Auður náttúrulega líka þá var þetta bara perfekt en já, ég fór út allt að leita að þessu R-i ég var bara, ok, ég verði að finna eitthvað stór R-staf svo fann ég einhver lyklakipu inn í einhverja búð sem ég aldrei var inn í keypti lyklakipuna, tók R-ið af það var ekki steinað og ég og Auður fórum heim og steinuðum það þannig að þetta var bara nákvæmlega eins og svo bólurinn sem Regina er í a little bit dramatic já, þið ég prentaði þetta út og á eitthvað svona pappír og straujaði á hvítan ból hældu ég þurfti að gera þetta tvisvar, ég þurfti að eyðileggja 2 bóli við þetta sko shit en þið voru líka ógeðslega ánægð með búningin þú veist það var ekki svo að komið og ekki verið ánægð með nei, þetta var geðvegt sko, þetta var þess virði já, þetta var geggja sko og það er líka bara svona, það segir okkur það að DIY er ekkert verra sko ekkert mál og þú veist, við náttúrulega pilsin skiluru óslega er þetta að finna míniskört einmitt á þessu tímabili já, þú veist, dag var þetta ekkert mál að þetta kom svo mikið tísku aftur einmitt en þarna var þetta erfitt og við fundum svona köflótt pilsi svo Gretchen er í ykkur búð sem við aldrei var inn í líka þetta var svo mikið mission en við fókum rústuðum þessu sko ógeðslega skemmtilegt það var geðveikt það er svo gaman líka að undirbúa svona það er einmitt málið, þess að ég náttúrulega við vissum langt fram í tímanu við ætlum að vera Gianni og Donatella þannig að fyrst Aron var náttúrulega bara með sitt mission að redda sér og ég var að redda mér en við vorum að leitast eftir ákveðnu mómenti ákveðnu 1997 mómenti þegar þau mæta hana og í því á þeirri mynd þá er hún í svona pínu hún er í mjög spes kjól og þessi kjól var einmitt endurgerðið fyrir Kim fyrir ekkert alltaf mörgum árum síðan þessi kjól er mjög iconic fyrir þau líka því að það voru allir bara oi, skilur þegar hún kom í honum já, þetta var svona leður og þetta var svona straps og þetta var svona smá BDSM og þetta var eitthvað svona eitthvað svona tacky mann eftir þáttunum þegar þetta var með kjólinn já, og þannig að hún var einmitt eitthvað þannig og ég þurfti bara svona, þú veist, ég var bara, ég veit ekki hvernig
finna eitthvað í líkindum. Einmitt. Og ég ekki að segja að kjóllinn sem ég hef verið í hafi verið eitthvað eins, en hann var samt hann var sjúklega líkur. Hann var svipaður. Þetta bara eitthvað svona sem að því að þetta var endurgert fyrir Kim fyrir ekki svo lengur síðan. Þá var bara til svona doubles. Þá var bara komið svona eitthvað, hvað heitir svona tube eða eitthvað þannig, eða skilur svona bara fake. Já, var þetta ekki keyptir þetta ekki að þú veist Fashion Nova? Jú, Fashion Nova eitthvað þannig sem bara þekkt fyrir það einmitt að kopja mjög fræg brönd. Þannig hérna, og svo þurfti ég að finna mér, þú veist, ljósa hárkollu. Hún var með smá topp en ég fann engan þannig ég þurfti bara, en svo var hún líka þekkt fyrir að vera með alveg hvítt hár, þannig ég hugsaði bara ok, Donatella alveg með alveg hvítt hár, fuck it, ég sé ekki alveg svo hún að það 97, ég satt með hennar iconic hár þannig ég keypti eitthvað svona og svo var alltaf kjóllinn hennar miklu síðari, hann var svona meira leður þannig ég keypti bara leður efni í eitthvað svona föndubúð, föndraði pilsi yfir kjólinn, þannig að þetta var svo skemmtilegt. Kom sjúklega vel út, sko. Það var svo skemmtilegt. Það er sjúklega gaman að halda svona partí og mæti svona partí. Já. Eða eru ekki, ok, núna eru aldrei að halda partí nema þessi þema, sko. Ég bara elska þemu. Bara aldrei aftur að fara í partí. Aldrei venjulegt partí. Nei. Okkar ammæli, eða eitthvað annað. Það verður bara þema. Ég elska þemu. Það var alltaf ógeðslega skemmtilegt og það var ógeðslega gaman að gera útskrifti geta verið svolítið bara svona simpúl, skilur og að því að við vorum með 2 stóra vini og bara 2 mismunandi manneskjur að koma alla okkar vini þá var ógeðslega gaman að, þú veist svolítið svona broke the ice sko að tala þú veist vinnars Arons og vinni mínu voru allir að mæta bara einhverjum búningum og þú veist, það voru allir bara svona eins og það var ekki skemmtilegt en skemmtilega búningar sem voru þar var einmitt Rooming Girls svo var svo fór Gunni og bróður hans sem Super Mario Bros. Já. Það var mjög skemmtilegt. Svo eru stelpunar sem Blair og Serena. Það var geggjað. Svo kom Kristi vinkona okkar ásamt kærasta sínum sem grísparið. Já, þau voru Sandy og Danny. Já. Það var geggjað. Það var ógeðslega flott. Sjúklega flott, sko. Ógeðslega flott. Það er mjög auðvelt að gera það. En sjúklega flott. En hún var líka með hárkollu og okkar. Það var geggjað. Það var ógeðslega flott hjá henni. Svo var eitt vinir Arons sem mættu sem Fríð og dýrið. Já, það var geðveikt. Það var ógeðslega flott. Það var ógeðslega flott af því hún sagði við mig eitthvað svona því ég spurði bara hvar þetta var svo augljóst að þetta var ekki svona búningur keyptur. Bara hvernig gastu gert þetta? Það var bara gulu kjóll sem hún átti eða sem amma hennar átti. Oh my God. Hún bara svona bíð eftir mómenti til þess að geta nota. Geðveikt. Svo bara hvað gaman að dressa sig upp í svona fína kjól. Já. Mér langar að prinsessa ekkert tíma. Mér líka. En já, og svo var bara, ég held að það hafi verið kærastinn hennar sem var með henni og hann var málaði sem dýrið bara sjúklega vel og hári og þú veist, hann var með svona eyru og eitthvað, þetta var geðveikt kúl. Þau einmitt unnu. Já. Vorum eitthvað svona, eitthvað best costume og eitthvað þannig að þau unnu og það var mjög gaman. Svo líka Kim og Kanye. Of course. Það er classic. Og bara sjálfsögðu, skilur, ógeðslega flott. Svo var vinahópur hjá Aroni sem mætti sem Abba. Já, það. Bara öll hljómsveitin. Já, geðveikt. Ógeðslega flott. Ég reyna að muna eftir fleirum. Svo þú veist, sömur sem kom bara í svona, þú veist, einfaldri búning til þess að gera salt og pipar og það er samt iconic duo. Það er geggjað, sko. Það er alveg geggjað og svo var Hildur, mákona mín, hún var, hvað heitir hún? Grimhildur Graman. Hún var geggjuð. Já, og Birni var dalmatíuhundur. Þannig að, litli frændi minn, þannig að já, það var geggjað. Hann að, þú veist, alls konar svona hugmyndir hægt að redda sér á síðustu stundu. Svo skemmtilegt. Svo eiga allir eitthvað svona flík sem er svona pínu sérstök, sem er hægt að nota sem búning líka. Nákvæmlega. Ekki samla? Jú, allan daginn. En en við ætlum alltaf að halda áfram á þessum nótum. Hvað ert þú með þarna? Heyrðu, ég tók nokkrar hugmyndir niður svona fyrir besties. Restu með hugmyndir fyrir bestu vini eða vinkonur til þess að gera. Og Engill og djöfull. Engill og djöfull. Við náttúrulega, okkur langaði að gera Engill og djöfull. Já. En það fór svona. Það var svo ljótur geislabægurinn sem við sáum. Já, sorry. Við hefðum annars reddað okkur þannig. En það er bara double trouble hérna. Double trouble. Og salt og pipar náttúrulega. Sun and Moon. Er eitthvað svona get sunny og hinn bara svona blá, dökk. Já, svona dökkt eitthvað moony vibes. Ég held að það verið geggjað. Ógeðslega flott. Það er ógeðslega flott. Við erum svona kórunum svona með geislabauga og eitthvað. Já, vá. Það var geðveitt. Og já, náttúrulega Joker and Harley, það er classic. Það er hægt að gera þú sér 2 stelpur eða
2 strákar, allt þetta. Já. Og hérna Kim Possible og Shigo. Maður skemmti Kim Possible, Glómagna. Og hver var... Það hana græna gælan. Já, en hver með hennum? Og Shigo? Shigo, það græna gælan. Kim Possible með svona rautt hár. Já! Það var geggjað. Það ógeðslega flott. Já, ég sé margar stelpur gera þetta og það sjúklega flott. Það ógeðslega flott, já. Napoleon Dynamite og Pedro. Auðvitað, það er classic. Já. Easy to do, skemmtilegt. Iconic. Og Thing 1 og Thing 2, uppaldið þitt. Já, ég var alveg svona, hvað að vera, ef við vorum að ræða búningan okkar fyrir Halloween. Ég er að Thing 1 og Thing 2, svona okkar, en mér fannst það ekki. Það er alveg get nice búningur, en ég myndi ekki vilja vera það. Ég man líka þegar Binn og Patti voru það, og mér fannst það svo grútið. Já, það var sjúklega sætt, þannig ég var ekki, já, Daphne og Velma úr Scooby-Doo. Já. Það er geggjað. Og Cosmo og Wanda úr hana Fairy Odd Parents. Það er svona litlir fairies, maður ekki eftir þessu teiknumynd. Ég veit ekki alveg, veitu. Fairy Odd Parents, ja, Cosmo og Wanda, skrifa það bara. Og hérna Regina og Gretchen. Mástu hvað það er? Já. Já, Regina og Gretchen. Já, Mean Girls. Já, það er að vera þar allar. Það er að gera þetta í grúpu 4 og 3. Já. Slytherin og Gryffindor. Það er mjög skemmtilegt. Já. Það er sikkert hásið eða þú veist Hufflepuff og Ravenclaw eða þannig. Eða þú veist vera Harry og hérna Voldemort. Það var ekki. Já. Voldemort svona ekta Halloween búningur. Það var svona creepy og já, ef þið langar að fara all in. Og einhver sem langar ekki að fara all in með því að vera bara Harry Potter búning. It's simple. Ángríns. Og Shark Boy and Lava Girl. Já. Held það sé gett. Það er líka. Ég var til að pröfa það. Powerpuff Girls. Elska, þá myndi ég alltaf vera Birta. Já, hérna bláa. Nei, græna. Græna Birta? Já, hún hét Birta á íslensku og ég var bara eitthvað, oh my god, it's me. Ég var yngri. Ég man ekki hvað hinnar hétur, sko. Og Batman og Robin, það er eitthvað sem ég var að gera ekkert með hann. Það sem ég langast mest að gera öllu er að vera Chewbacca og Han Solo, sko. Já, myndið þú vera Chewbacca? Nei. Sko, það er einmitt máli, svona Bensi væntalega frá Chewbacca því hann er 2 metrar og Chewbacca er mjög hávaxinn. Það myndi ekki make sense að ég var Chewbacca. Nei, ég skil. Ég held að vera bara búin að tala þetta gett lengi eða langa verði þetta bara með einhverjum og svo þú bara gett eitthvað, nei, ég ætla aldrei að vera Chewbacca. Ég myndi alveg að vera Chewbacca ef ég væri að gera þetta með þér, skilur. Þú myndir alveg að vera Chewbacca búning. Nice. Já, það er geðvitt. Nice. Allan tæ. Sumir vilja bara vera Halloween vera fyrst alveg líta vel út. Sumir ekkert að. Ég var til að gera bara bæði, sko. Já. En þú veist, að líka hægt að vera Chewbacca og hérna Rey, sem er gellan. Eða eitthvað skilur, eða vera eitthvað Star Wars bara. Monica Rachel, það er super simple. En þú veist, hvernig myndir þú þess að taka eitthvað iconic svona fatna frá þeim? Já. En það er samt alveg bara, þú veist, að vera með... Myndir bara velja eitthvað þátt? Já, bara eitthvað svona mjög Rachel-legt outfit og mjög Monica-legt, skilur við. Ég held að væri ekkert mál. Eða að vera þær 3 þegar þær eru í hérna wedding-búningunum. Já. Það er fyndið líka bara að vera eitthvað og fólk er lengi að fatta, skilur við. Skilur við. Það þarf ekki að vera eitthvað. Þú veist, maður sér of stjörnum að gera, þú veist, þær fara með eitthvað svona, fara svolítið svona, þú veist, þær er ekkert að velja bara eitthvað, ég er... Þessi mannska. Já, þær fara oft svona narra í ykkur eitt moment. Já. Og recreate ykkur mynd. Já, recreate ykkur mynd eða kapsunu bara segja no og þú bara, Já, það er faginn iconic líka. Búningurinn þarf ekki alltaf að tala fyrir sig sjálfur. Nei, nákvæmlega. Joey Chandler líka. Stjælt sér alveg auðvelt, sko. Já. Svara bara í svona sweater vest fyrir Chandler og stóran jakka og við erum ekki svona gelið eitthvað neginn fyrir Joey. Svona, og hérna, eins sem við geggja líka verið 2 stelpur eða eitthvað, Alex og Piper úr Orange is the New Black. Já, það er ógeðslega geggjað. Það er geggjað. Ég aldrei séð gera það. Ekki heldur. Það er alveg iconic. Það er líka easy. Bara svona inmate búningar. Já, sérstaklega ef þau eru dökkar ljósa vinkona. Nákvæmlega. Það er geðvikt. Geggjað hugmynd svona. Nákvæmlega, takk. En líka verið svona stærri hópa, það eru Bratz. Já. Það er geggjað. Já. Ég var til að byrja það. Og Cheetah Girls, það er eitthvað svona ég veit hvað Cheetah Girls er. Þú veist hvað Cheetah Girls er? Já, ég veit hvað það er. Ég veit ekki hvað allir veit það. Já. Og ég var eitt sem ég var að gera til að gera sem hópur. Að vera Money Heist, bara gengið. Já, ég er ekki að sjá Money Heist. En þú ert að tala um grímunar. Já, og bara rauðu búningar. Já, rauðu búningar, já. Bank robbers.
það er svo geðveikt. En líka hérna, hvað heitir það? Ég er búin að sjá það Handmaid's Tale. En ekki þetta það? Það er til, sko. Jú, það heitir ég var bara Handmaid's Tale, hvort ég var að segja þetta. Ég man að Kylie gerði það með vinahópnum sínum. Var með Handmaid's Tale svona bara, þú veist, þetta var bara eitthvað, örgulega segjum að Halloween hafi verið á laugardag, þetta var svona á mánudeginum eitthvað. Það var bara svona dinnerparty, eitthvað þetta var afmælið hennar Sofía, Sofía, eða eitthvað bara. Var allan þetta þema. Getur verið að hafa ekki eins og verið í október en whatever. Og var þetta þema, þær voru allar með, þær eru með svona hettur og svona kemur svona eins og hvítt eða eitthvað þannig og voru allar með það og svo matabor allt svona rautt og svart og þetta var geðflott. Svo fekk hann bara geð mikið heit fyrir þetta. Það? Já, því það var eitthvað svona, þú veist, að því að í þessum þáttum þá eru konur gett kúaðar og það er gett ógeðslega komið fram við þessar handmaids, þessar handmaids. Það er, þú veist, en þetta er svona, ég fattaði ekki alveg heitið þarna að því þetta er karakter úr þáttum. Þú veist, það er ekki verið að taka þetta á neinu, það er búið til heim, skilur. Þetta er ekki að gerast neins, það er þetta sem var að gerast þarna. Nei. Þannig ég skildi ekki alveg er ekki alltaf bara eitthvað heit. Þú veist, það er oft sem að kemur eitthvað heit út frá einhverjum búningum. Já, jú, pottið, en ég var bara svona eitthvað svona, ég áttaði mig ekki á hvaðan þetta var að koma. Nei. Að því, þú veist, ef við værum Money Heist, þá værum við morðingjar og eitthvað þannig. Einmitt. Er það dónalegt? Það er það, þú veist, það ekki. Jú, en þú veist, er það ekki búningur? Það er búningur, sko. Þú veist, ég held að sé alveg hægt að finna eitthvað svona til að segja með mjög marga búninga. Það er reyndar rétt þegar ég segi þetta núna. Má hvað bara, þú veist, þetta er að rifja sig fyrir mér svona allt þetta með að passa sér með menningu, skiluru, og cultural appropriation og allt það, skiluru. Ég er alveg sammálaði eigi við, þú veist, eins og þegar ég sá eitthvað fólk, bara mynda okkur fólki, það ekki neitt, eitthvað svona klæða sig upp sem, þú veist, white trash eða eitthvað svona, þá er maður svona eitthvað, ok, en mér finnst eins og ef þú ferði í búning, þú veist, við erum til dæmis svona karakter sem er í rauninni ekki til, en vonandi ekki, bara djöfullinn, skilur, þá finnst mér að vera alveg annað. Eða ég myndi klæða mig sem Voldemort. Já, ég veit ekki. En þetta er svona, tímabil referensar eru eitthvað skilur sem var til. Pottet, þannig að ég held að það sé örugglega málið. Já, pottet. Ég er líka bara alltaf að finna eitthvað skilur. Það er alltaf þetta að kommenta á eitthvað, sko. Þú veist, þær hafa alveg gert eitthvað sem var ekki vel séð og svo er gert eitthvað sem er vel séð. Eða bara allir. Og ég held að sé ekki, meiningin sé aldrei slæm, eða yfirleitt ekki á fólki. Yfirleitt ekki. Nefnum þú sérst náttúrulega að gera eitthvað sem er bara ógeðslega dónalegt, eins og blackface eða eitthvað þannig, þú veist, það áttu bara strax að sjá það er ekki grey area þar. Nei, nákvæmlega. Það er bara þarna ertu að gera eitthvað rámt. En ef þú klæði upp sem, þú veist, karakter úr þáttum og heldur að þetta sé, þú veist. Kim var einhvern tímann ég man ekki hver og það var skammað hana fyrir það. Af því að hún var latínó eða eitthvað, en Kim sagði bara já, hún var Selena, söngkonan. Var það Selena? Já, það var eitthvað önnur sem hún var að vera þá. Ok, ég er alltaf með listan yfir búningarna, förum við yfir það eftir. Já, en það var alltaf sagt en hún svaraði fyrir sig með því að segja bara, ég var bara klæðum upp sem bara geggjuð, bara kona, skilur karakter. Það er einmitt málið. Ég veit það ekki. Þannig að ég skil samt líka bara allt þetta. Ég líka, en ég skil líka að maður taki misgref. Algjörlega. Fattar mig. Þú veist að maður átti sig kannski ekki alltaf á öllum hliðum, öllum sjónarmiðum, skilur. En erum við ekki öllum til þess að læra, skilur. Nákvæmlega. Og ef það er bent á okkar, þá segir maður bara no taken. Gerist ekki aftur. Nákvæmlega. Ég held að það sé bara það simpul. Já, algjörlega. Mjög samanlega. Ok. En varstu með fleiri hugmyndir? Nei, þetta eru mínar hugmyndir. Ok. En það var fyrir margar. Já, mjög margar. Varstu með einhver hugmyndir? Fyrir svona, nei, ég hugsa, þú veist, það sem við vorum að fara yfir og svo svona búningarna sem okkur dotti í hug áður. Ef vorum að ræða áður eins og úr Iconic Duos partíun og þannig, veist, þetta er sjúklega simpul. Nákvæmlega. Og þú veist, já, ég held að allir ættu easily að geta fundið sér eitthvað skemmtilegt inspo. En svona para. Ég veit það ekki. Hvað er svona skemmtilegt paradúo? Fyrir mér kærastan sínum. Han Solo og Prinsess Leia. Það er mjög skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Ég hugsa eitthvað svona bíum. Ég myndi velja Gamora og Peter Quill úr Guardians of the Galaxy. Það er ógeðslega skemmtilegt. Já. Og þó að segja kannski par en Groot og Rocket. Svolítið erfitt að vera Grootur. Það er erfitt að vera Rocket, sko. Hann lítill svona
þvottabjörn. Já, það glerfar. Já, ég pældi ekki sjónum, ég pældi bara í Grút af því hann eitthvað. Ég held ég eldra var Grút, sko, eldra en Rocket. Já, rauninni. Bara með eitthvað svona trjágreinar og eitthvað. Já, rétt hér. Par, ég hugsa líka hérna bara, fyrst, Simple, Harry og Hermione eða eitthvað þannig. Veit að þau var ekki par, en þau eru svona... Frekar Þór, Ron og Hermione. Vá, fyrst það, voruð Harry Potter. Ég finnst að ég Draco og Harry frekar, sem par. Já, sem par? Ok, bara stelpa og strákur og þeir eru mismunandi... Já, bara strákur. Já, eða það, skilur bara svona... Ég er að tala um að þeir sem par eru í mismunandi húsum. Og mæti, ég er að tala um ef þú ert með makanum einum. Já, ok. Alltaf. Já, ok. Draco og Harry, þeir eru saman í sem fanfictions. Facts. True. Það er alls konar hugmyndum þar. Já. Ég er sem sagt með, að þið vorum að tala um stjörnur og svona, eða þú veist, þú vorum ekki að tala um það, en við ætlum að tala um það. Ég er með sem sagt lista yfir hrekkjavöku búningana hennar Kim Kardashian. Kim the Queen. Ertu tilbúin í þetta? Sko, já, ég myndi segja að Kim var the Queen, Kylie er á náinni, sko. Mér finnst Kylie vera Queen líka, sko. Ég veist, hún er það, en ég tala um í svona Halloween, sko. Ég tala bara, þú veist... Mér finnst Kylie vera, og Kim vera bara saman skala, sko. Það er alltaf bara ein mannski sem vinnur Halloween hvert einasta ár. Og hvernig þá? Þú veist, það er Heidi Klum. Já. Þú veist, bara það er enginn frá ná henni. Nei, hún er bara fucking the Queen of Halloween, sko. Já, þótt við preachum Kim og Kylie og alla þær skilur, en það næri enginn Heidi. Heidi er bara sorry. Eitthvað annað, sko. Þannig en manstu eftir einhverjum skemmtilegum Kim búning? Mér stil hérna geggjað. Og svo flott. Ég er sammálaðir. Og Cher. Þegar hún og Jonathan var Sonny and Cher. Manstu hvað, já, ok. Herru, fyrir mér þetta. 2008. Þá var hún bara frekar simpúl. Eitthvað sem fólk getur líka gert í ár, eða vill. Það er hún mætti í Great Gatsby þema, svo 1920 þema. Það er geggjað. Já, gerða bara... Mjög classic. Þó nokkuð verið var bara, þú veist, í svörtum kjól með svona fullt af perlum. Classic. Svo bara krullar hárið og kannski spreyðar svart. En hún lætur yfirleitt ekki einn búning næja. Nei. Eins og margar þessar stjörnur. Þær þurfa svolítið að sýna sig. Nema, ég held að Heidi Klum til þekkt fyrir að gera einn og gera hann bara fokkin vel. Já, ágreins. En þannig sama árið 2008 þá mætti hún líka sem Wonder Woman. Var hún Wonder Woman? Hvernig var hún Jasmine? Það kemur seinna. En þetta var 2008, það var þessi tveir búningar 1920 þegar maður er svona Great Gatsby og Wonder Woman. Hvað er það skemmtilega? Wonder Woman held ég. Að þú ert meira svona Já, ég myndi velja mér búning til að vera frekar að vera í Wonder Woman, sko. Ok. En þú? Já, mér er Wonder Woman ógeðslega skemmtilegt, en ég hugsa ég myndi að velja með Great Gatsby. Þetta er bæði ógeðslega basic. Já, þetta er bæði bara simple, skilur en mér er bara Great Gatsby, ég hef bara viljað vera upp í 1920 Ég var til að fara í eitthvað svona Great Gatsby svona brúðkaup ég líka, og ég pældi lengi í, þú veist, þau vorum að ákveða útskriftin okkar, þau vissum við viljum hafa þema þú veist, að hafa 1920 þema að vera ógeðslega skemmtilegt, en svo var hitt bara að því vorum tvö að halda þetta saman já, en no party mettir það er svo les, yes þú veist, ef að COVID er bara segjum að COVID er bara búið í janúar 2021, bara gefum okkur það við erum bara bjartsýn, það er bara búið að finna bólöfni bara allir gutt, það er bara allt búið þá verður þetta ár partíana partíana mína það verður mikið að partíum ég ætla að halda partíu öll til þá bara svona, þá höldum við Halloween árið 2019 nei, það er 2020 Halloween árið 2020 og svo Halloween árið 2021 þetta er bara svona, það verður 2 partí skilur við verum að við bara höldum öll þessi partí sem við mistum af í janúar og svo byrjuðum við að lifa vennilega af því að janúar, februar er svo boring við bara höldum öll partí sem við mistum af í janúar, februar kannski mæ þá er ég búin að eiga og eitthvað þannig já, tjók þannig að kannski býða eftir mér ok mæ er sann svo fucking leiðileg mánuði sko upp á próf það er eftir próf þá missum við okkur já ég fer ekki neina próf en hei þú ert líka búin að eignast baby þegar ég og Amelie okkar sko þannig að ég ætla alltaf ekki að gegja Amelie sko það er næs árið 2009, bara næsta ár þá samsa hann eitt búningur, ekki nóg en hún mætti í þeim eftirminnilega búning Jasmín og Aladin það var árið setna sama ár mætti hún líka sem mjallhvít í eitthvað partí en Jasmín búningurinn klárlega vinnur já, sammála þegar hún var bara mjallhvít bara svona mest boring prinsessan verður að segja það? Já,
ég sé líka svona kannski minnst spennandi búningur eða þú veist, ég var að segja flottari. Já, samla. Já, ég myndi segja það. 2010 fyrir þau næsta ár, ekki einn búningur nóg, ekki 3. Þetta 4. Ok, God, hún hélt sig við Disney-þemað og mætti ásamt besta vinnu sínum, Jonathan Cheban, sem heitir í raun og veru í dag Food God, sem rauð þetta og úlfurinn. Það gott og mjög gott og búningur nummer 2 það árið var bara hlébarði, simpul. Þú veist, það kannski hlébarða skyrtu og setja á sig eitthvað skott. Hún var náttúrulega bara hlébarða samfesting og með eitthvað litlu eyru og eitthvað svona. Mega hot. Of course. Og 3. búningurinn árið 2010 var drottning hjartana úr ævintýri Alice í Undralandi. Queen of Hearts. Queen of Hearts. Ógeðslega flottur búningur. Og 4. og þar með síðasti búningin árið 2010 þá mætti Kim sem sjóræningi. Wow. Þannig að sjóræningi, Queen of Hearts, hlébarði og rauðut og úlfurinn, hvað vinnur hjá þér? Queen of Hearts held ég. Já. Það er sem mest svona original á þessu. Já, það er mjög easy. Ég hef einu sinni verið Jack Sparrow. Já, það? Já, eitthvað fyrir eitthvað mitt leikrit eða eitthvað svona í skólanum líka. Það er ógeðslega simpul. Já. Þú veist, þú getur potfundið eitthvað svona oversight skyrtu á pappaðinum eða frændaðinum eða bróðinum eða whatever, skilur og eitthvað svona bara vesti sem þú setur yfir þig. Það er eitthvað simpul. Klútahausinn. Kannski eitthvað yfir augað. Já. Jack Sparrow er ekki minni. Nei, þú veist, ef þú ætlar að sjóra hann ekki, þá getur þú gert eitthvað þannig. En ok, 2011, þannig að þú segir að Queen of Hearts þú vinni. Ok, 2011, þá mætti hún bara einu búning. Og hún mætti sem Poison Ivy. Það er sjúkt. Það er sjúklega flott. Þá kannski gefum hann break. Ok, hún mætti sem svo cool. Hún þarf ekki fleiri. Hún þarf ekki fleiri, skilur. 2012, það var þetta fyrst skipti sem að hún og Kanye klæddu sér saman upp og mætti þau sem Batman og Catwoman. Það er rugglað. Það er rugglað. En þau klæddu sér líka upp sem Hafmey og sjómaður. Sama ár. Þau voru bara svona, við erum bara að get fierce og svo voru bara, við erum sæt. Já, það er geggjað. Eins og þegar þau klæddu sér upp sem Hafmey og sjómaður, þá var hún í ykkur svona grænu glimmer pilsi sem var svona eins og þú veist, hún væri með sporð og eitthvað svona blondu topp og bara með perlufesti og svona. En hann var bara í hvítum og bláum röndutum ból, svörtum blazer og hvítum buxum. Já, mjög basic. Sjúklega simpul. Ok, hvor vinnur það árið? Batman og Catwoman. Batman og Catwoman. Ok. Svo er bara eins og það vanti árið 2013. En hún tók ekki það er bara svona, hún hafi ekki tekið þátt árið 2013. Nei. Þannig við hoppum strax til 2014 og þá byrja hann það ár á því að vera Halloween beinagrind. Já. Ég myndi segja þetta er svona, þetta er svona illera sem er svona ólíklegast búningur. Það var hann ekki í svona bodysuit, skilurðu? Ég held að maður bara, þú veist, bodysuit eða sko máluð. Ég held að maður ekki máluð, ég held að maður í svona suit. Já, það er svona ógeðslega flott, sko, en mér er bara ólíkt henni. Það kom mér óvart að hún myndi. Já, svona super hot. Sjúklega flott. Mjög skemmtilega búningur. Sama árið, þess að árið 2014, þá klæddi hún sig upp með vinkonu sinni Joyce Bonelli, syni hennar og Northwest, dóttur sinni. Þannig að Kim klæddi sig sem aðalritstjóri Vogue, Anna Wintour, og hún klæddi dóttur sinna sem annar ritstjóri Vogue sem er André Leon Telly. Og Joyce vinkonannar var eitthvað sem ég veit ekki hvað er. En það var mjög flott, þú veist, hjá þeim, skilur, hjá North og Kim. Og Kim lítur bara mjög vel út sem Anna Wintour. Með svona bobklippingu og eitthvað. 2015, ég myndi segja, þessi búningur frá henni er eitt svo fyndnasti sem að Kim hefur gert hingað til. Að því að árið 2015 var Kim ólétt á syni sínum, Saint West, og hún nýtti sér óléttubumbuna sína og mætti sem hún sjálf frá Met Gala árið 2013. Að því árið 2013 þegar Kim mætti á Met Gala sem gestur Kanye á Met Gala, þá var hún í blómakjólnum sem fengur svo hræðilega léleg viðbrögð frá fólki og fólk gerði endalaust grína henni fyrir að vera í þessum kjól og fólk sagði hann að leit út eins og Sophie og vera bara ógeðslega léleg við hana. Þannig að 2 árum seinna ákveður Kim bara að nýta sér þau vonbrigði og mætti sem hún sjálf. Það er fucking fyndið.
og skrifa svo sem caption I think I nailed the Kim K costume I think you did þannig að það mjög skemmtilegt hún er húmor einmitt þannig að það mjög skemmtilegt árið 2016 og þá notaði hún búningin sem frá 2009 sem Jasmín úr Aladdin já, alveg rétt, sem gerði aftur já, nema þá klæddi hún börnin sín í stíl cute sonur hennar Saint var Aladdin og dóttir hennar Norð var líka Jasmín úr Aladdin þannig að það voru öll svona Aladdin fjölskylda cute ógeðslega sætt svo erum við komin í 2017 og þá var eins og oft áður ekki einn búningur nóg Kim klæddi sig upp á 3 mismunandi vegu og allir búningarnir tengdust söngkonum það eins og vorum að ræða hann fyrst klæddu hún og besti vinur hennar Jonathan eða Food God sem sig upp sem frægu hjónin Sonny and Cher það var geggjað já, það var ógeðslega flott og líka því að fyrir þá sem ekki vita en þá Cher söngkona búið að vera bara eitt stærsta svona fashion iconið hennar Kim, já, og hún lítur svo upp til hennar hún finnst hún svo bara geggjuð þannig að það ógeðslega gaman að geta klætt sér upp sem sitt icon og bara nail it já, bara gera ógeðslega vel svo klætt hún sér upp sem fræga söngkonan Selena Quintel Perez það var sjúklega flott líka ógeðslega flott líka því að kjóllin eða samfestingur sem var í var svo ógeðslega fallegur svo fallegur, fjólublár já, hún með eitthvað svona maður sér Kim ekki oft með topp nei, það fór henni sjúklega vel og líka bara svona með mæka því að hún ekki söngkona og hún var að taka svona þannig skref þetta var bara gæða flott hjá henni og síðast en ekki síst mætti Kim með sýstinni, Kourtney Kardashian sem Michael Jackson og Kim sem Madonna það var geðvikt Kourtney sem Michael Jackson var geggja lúk sko. geðvikt lúk svo flott hún eldiði alveg sko og það eru ógeðslega flottar saman og þessi búningur var ógeðslega vel hefnaður það til dæmis eitthvað sem fólk geti kannski auðvitað gert ef það dökkart ljósart það geti nýtt sér eitthvað þannig svo árið 2018 þá klæddi hún sig upp á tvenns konar vegu fyrst sem Pamela Anderson og vinur hennar Food God klæddi sig upp sem Tommy Lee þannig að þau voru svona mættu sem svona gamalt stjörnupar það svo þarna að bara kann ég hafi verið bara Kim, ég nennist ekki, taktu bara svona það með þér í allt það ekki eins og hann hefur eitthvað nefnt að vera með henni í þessu að mér sýnist en já, þannig að þau klæddu sig upp sem Pamela Anderson og Tommy Lee og svo sama ár klæddust allar Kardashian Jenner-systurnar sig sem Victoria's Secret englar það var ruglað oh my god og fengu alvöru vængina lánaða og líka Kylie var í alvöru búnings af Píu Candice, hún var af Candice bara í steinaða samfestingnum það var geðvikt en þær voru allar í bara ekta brjóstöldunum úr ekta nærfötum úr sýningunni og allar með ekta vengi rugl sko líka bara að sjá þær það var bara iconic sko og Kim víst redda þessu djöðari til að vera Victoria's Secret Angel pröfa að vera þannig búin með það fóru ekki neitt svona nei það tóku bara myndir sér, geðvikt, ég myndi ekki fara neitt þannig en það bara nákvæmlega sem við erum að hvetja fólk til þess að gera bara að heima með systkininum skilur klæði þessu upp að eiga skemmtilegt geðvikt og bara eiga eitthvað skemmtilega myndir og hlæja og eitthvað þannig að þetta var fram að 2018 manstu hvað var í fyrra? Það stólu upp með þér það? Að því að hún postaði til dæmis ekki mynd heldur hún postaði vídeói hún postaði líka mynd en það var líka vídeó hún endurgerði Elle Woods úr Legally Blonde að komast inn í Harvard myndband já, ég bara eitthvað hi, I'm Elle Woods út af því að hún var náttúrulega í ládóðinu og því að hún var búin að tilkynna að hún var einmitt að vera í lögfræði og búningunar var iconic þetta var geðveikt hann að Legally Blonde Elle Woods það geggjað til þess að taka ég mæli líka sjúklega mikið með því já og svo var captionan alltaf bara svona Harvard Law, what, like that's hard það var svo geggjað svo mætti þau upp hún klæddi líka öllu fjölskyldar sem Flintstones já,
það var ógeðslega so sætt cute. þannig að þau voru öll sem Flintstones og manst ekki Chicago var photoshopuð inn á já, alveg rétt það var alltaf hvað er að gerast og þá var hún bara hérna, herðu þið veit ekki hvað er þetta á mynd með öllum krökkunum mínum þannig að ég bara þurfti að photoshopa þetta þannig að bara sorry, það er bara þannig en var það ekki sama ár í fyrra sem þau voru, jú það var í fyrra líka sem þau voru eitthvað pöttur já það já hún kann ég og bara öll börnin voru öll eitthvað sem eitthvað pöttur Bugs Life eða? Nei, þú veist bara eitthvað svona þau byggur til svona einn pött það var bara já, okay. ógeðslegt what, weird maður ekki þetta þetta var hérna jú, þetta var sko já, þetta var 2019 það var í fyrra þau svona ormar þau voru öll ykkur ormar en þetta var vist búningur sem að kann ég fekk að velja okay. og hérna þetta var eitthvað svona blue light og svo slökkt ljósin og þau öll svona eitthvað glitruðu og þau bara öll fjölskyldan voru ormar that's nice já, ég meina það er frumlegt já, mjög þannig já þetta voru svona allir búningarna svo er náttúrulega bara spurning hvað í anskotanum ætlar hún að vera í ár? Ángríns kannski er það komið kannski er hún búin að gera það já það er svona, þú veist, sko núna lendir Halloween helgi held að helgin verði crazy í myndum oh my god, ég lagst svo til en ég held að byrja að posta svona 50 dag kannski fyrr örgulega fyrr þessi þáttu kemur út það er örgulega komið eitthvað sko vonandi allan að Kylie er búin að tilkynna það í nýjasta YouTube-myndunum sínu að hún sé komið með nokkra búninga hún gerði þokki marga í fyrra sko geðveikt sko ógeðslega flott þannig að já, þetta voru allir hrekkjavökubúningar Kim Kardashian hingað til já, geggjað eitthvað sem stendur upp úr veit það ekki Sonja Cher já, ég verður að segja bara Elle Woods frá því fyrra því að það er líklublond er mín uppbóldsmyndum ángríns þannig að og mér fannst hún líka bara negla að gera myndbandið endurgerði allt myndbandið og hún fæ bara eitthvað kredit fyrir það true hægi? Já, ég myndi segja það en hérna eins og svo talum líka Heidi Klum einn svona já, hvað, stjarnan af Halloween já, hún er það, bara 100% og ég man því datt inn á eitthvað viðtaluna hann ekki alveg hvað árað var jú, það var 2016 það var rétt fyrir hérna Halloween og hún fer í hérna viðtalga Ellen og hún var eitthvað hérna, veit ég verða hérna bara að fara með alveg rétt mál hún sérst var í viðtali Ellen og Ellen var að spyrja að þú ert bara, þú veist geðið þekkt fyrir Halloween lookið eitt og svona, já þetta var 2016 og hún alveg, já, þú veist og hvað ætlar að vera í ár? Og hún segir ég skal gefa eitt hint ég ætla að vera eitthvað þýst og hún bara, ok, bara ekki þetta vondra, skilur bara hvað ætlar hún að vera? Hún bara þýst eitthvað herðu, hún mætti sem hún sjálf úr, þú veist, hérna með sko bara eitthvað svona 5-6 aðra konur sem voru svona lookalike þannig að hún mætti bara með grúppu af sjálfum sér iconic, sko það er geðvikt það er bara svona, vá hún mætti ekki bara sem hún, þetta er bara margar hún já mér finnst bara mest iconic lúk hérna var 2015 þegar hún var Jessica Rabbit vá, hvað var flott ógeðslega flott að því hún sko, hún afmyndast þú veist, hún er bara, þetta er ekki saman mannskjan sko. Nei, þetta er ekki Heidi Klum hún er bara orðin cartoon já, þetta er rugglað bara, þú veist, hvernig hver er make-up-artist þessar? Það er ándur svo góð spurning svo var hann 2011 þá mætti hún bara sem human body og þú veist, þá var bara búið að mála þú veist, gera hann alltaf svona rauða taka af henni hárið já, þú veist, hún var bara þú veist, þú sást bara æðar já, svo bara taka húðin af já, það var ekki þú veist, það var ekkert hár eða uppnár eða þú veist, þetta mætti líka eins og sem gömul kona já, það var ógeðslega flott það var geðveikt svo í fyrra mætti hún sem sko sem svona flesh eating alien þú veist, hún gerir sér alltaf bara ógeðslega sem ég fíla sem, eða þú veist, ekki alltaf stundum er hún sjálf og er bara fann gorgeous hún gerir alltaf svo bara eitthvað svona þú veist, hún var bara óþekkjanleg já sem er alveg geðveikt líka, þú veist, líka þegar hún kom árið 2018 sem Fiona
og Shrek það var líka geðvitt það, því hún lítur bara út eins og teiknumyndin bara, þú veist, þú myndir alltaf halda eitthvað þetta er ekki búið til heima þetta er bara eins og hún bara með svona chunky andlit og bara eyrun og þú veist, þetta er ekkert bara eins og hún myndi mála sig græna og setja eitthvað ljót eyra á sig þetta er bara alvöru ég er mjög spennt að sjá hvernig hún verður í ár mjög spennt ángríns The Queen það eru allar queens en Kylie ég tók svona uppáhaldsbúningina mína sem að hún hefur í okay. Bring it on 2015 okay. þegar hún var Snow Bay með það geðveikt það var geðveikt hún var svona hvítum svona snjó innan gæsalappa búning bara svona loðið með hettu loðnum skóm svo flott sko hún var bara svona Snow Bay horfður á talaði hún að bara óvart þú veist þurfti að kaupa þessa skó og þú hann skemmti á ykkur myndatöku og var bara hvað ég anskvæmt maður að gera þessa skó jæja, ég get notað þá geðveikt það var ógeðslega flott hjá henni en svo 2016 var my all time favorite það? Já hvað var það? Christina Aguilera hún var úr Dirty myndbandinu í þessum buxum eða hvað sem þetta er og þessum bikini top með hárið og make-upið make-upið mér sem var alveg svo Christina sko það var bara hún var alltaf með linsur og allt það sem gerði hana en bara þetta var bara Christina það er málið þetta er svo flott sko órónlega vel gert líka kikjað að Christina ringdi í hana bara eitthvað bauðin í ammæli sitt og hún mætti sem X-Tina í ammæli hennar nefnum bara gula útgáfana af þessum búning hvað sem geggja? Geðvikt það er að prófa líka frá Kristínu bara shit, ég er að endurgera hana bara vonandi, veist eitthvað ángríns og svo 2017 þegar hún var ólétt og syngdi engum og var engill með svona bumbuna risa vangi svo flott, en ég man eftir þessum myndum þú veist hún og Jordan voru Angel and Devil þannig að maður sá bara svona andlitið svo man ég einmitt, sko, ég man svo ógeðslega eftir þessum mómenta því að þetta var, þegar allir voru að tala er hún ólétt, er hún ekki ólétt þegar allir voru að komast að því og Chloe setur hann í story Chloe er alltaf búin að segja hún sé ólétt, skilju og Chloe setur hann í story á Halloween þannig ég var svona, vá, Kylie er í Halloween partíi hún er ekki ólétt, af því að þú sást bara einmitt heads up eitthvað neginn, þú veist, frá bringu og upp á Kylie, þannig þú veist eitthvað svona aðeins í vængina þannig að ég var alveg svona, vá, ok, fyrst kannski er hún ekki ólétt það var bara, she fooled us cute, hún er ólétt ógeðslega þessi kúla, sko svo sætt, en ok, wow, ok, gleymist uppáhald mitt líka 2018 þegar hún var Barbie vá, hvað það var flott bara, og gerði bara boxið og stílinn og oh my god þetta var svo flott, eins og verið inn í kassanum þetta var bara sjúklega flott bara for all in flott. Og gerði bara myndatöku úr svo allt og svo þegar hún var Stormy eða þegar hún og Stormy voru Cloud and Storm það var ógeðslega sætt so cute líka 2019 þegar Stassi og hún, Kylie, voru Britney og Madonna það er til dæmis geggjaður búningur fyrir vinkonur sem eru dökkarðar ljósarðar að þær voru hérna báða ljósarðar Madonna er samt svona, er ljósar þær voru báða ljósar en þær voru að fætningum voru Britney þær voru svona að rífast yfir hver átt að vera Britney þær voru leiðið svo Stassi að vera Britney sem kom ekki eftir óvart okkur ég veit ekki, ég held ekkert alltaf að Kylie myndi vinna í systurnar tala alltaf hana eins og hún sé bara svona hún fái öllu sínu framfyllt þú veist, eldri systurnar segja það en kannski er það allt eitthvað sem eldri systurnar segja alltaf mig það var geggjað og svo 2019 voru líka Anna Fairies. Mér fannst það geggjað það var rugl það er eitt af mínum uppáhalds Kendall vera bara iconically flott sko, mér fannst það bara, hún var ruggluð hún var svona gullitinn fairy-búning og myndatakan sem hún fór á hestin það var svo flott og Kylie var í svona fjólubláðum með svona eyru og eitthvað sjúklega sætt gleymist hvað? Þegar hún var Ariel það er náttúrulega gleymist líka vá hvað það var flott ógeðslega flott það var sjúkt þetta er eiginlega bara vá maður getur ekki valið Kylie er bara fucking queen sko ég veit það hún gerir þetta svo geðveikt þetta er allt svona búningar sem ég myndi vilja vera einhvern tímann þannig að þú veist, ef maður væri með heilt heima baka sig að maður kannski ekki líka bara svona góðar hárkollir þessi rauða hárkollir er bara eins og hárar sko
Þetta náttúrulega allt bara hár, sko. Og bara skelja brjóstahaldur, en þetta bara alveg skeljar, sko. Já, hún þarna er bara með fata henni, hún bara ringir og bara, hæ, á morgun ætla ég að vera, ég ætla að vera þetta, og þá bara allt búið til, svo á meðan maður hérna bara eitthvað svona, ok, ég verð að finna gul sólgleru, það bara 1 misjón, og svo ertu bara að leita fyrir 1 búning eða eitthvað. Þannig miklu erfiðara. Miklu. En já, ég ekki með neira sem ég fannst uppáhalds í henni. Nei, það bara alltaf hægt að velja í rauninni. Vá, hvað þessu sem ég nefna að frá Kylie væri þú til að pröfa að vera? Fairy. Já, að því að mér fannst það svo ógeðslega svona, ég hef ekki oft séð það. Maður hefur séð Ariel og maður hefur séð hérna, ég hef ekki séð Barbie, en henni hefði ekki tekist Barbie búningurinn einn og sér finnst mér. Út af myndatökunni að þú var í kassanum, þá var hann Barbie. Já. En ef ég var að fara að mæta eitthvað Halloween partí á eftir, eða morgun eða næstari, og ég ætti að vera búning, þá myndi ég velja Fairy, af því að ég held það svona... Já, eða fengið bara nákvæmlega hennar búning. Já, þá var það Fairy. Ég myndi velja Kristína, ekki lega. Já. Vá, ok, því að... Já. Ég myndi aldrei fara úr búninginum, sko. Nei. En mér veit ekki, fyrir mér það bara svona, því að það bara svo out of this world, skilur. En hérna, já, eitthvað svona gett svona öðruvísi. Sjúklega flott, sko. Ógeðslega flott. Eða Ariel maður. En það er svona svo basic, en ég held að ég alveg að Kristína búningurinn, ég myndi vera vakandi fram þangur til bara allir færi heim, sko. Jú. Bara til þess að vera í honum eins lengi að ég gæti. Og vera alltaf bara don't look at me. Já. En hérna, við spurðum teboðsgestina. Já. Og hérna, spurðum hver þeir eru. Á, ég tjekka ég? Já. Ok. Á meðan ætla ég að segja hérna iconic fyrir okkur Housewives of Beverly Hills. Ok. Lisa Rinna sem Erika Jane var eitt besti búningur sem ég veit. Það er rétt. Bara váka hún var iconic. Lisa Rinna sem Erika Jane, já. Fyrir þá sem eru búin að horfa, veit ekki hvað Já, og svo Lisa Rinna líka sem J-Lo. Það var rugl, sko. Já. Í græna kjólnum. Já. Sjúklega flott. Ógeðslega flott. Ok, á ég að lesta? Já. Ertu ready? Ég er ready. Ok. Það er einin þessi öll lúk hjá Kylie. True, ég er sammála. Ég er líka bara sammála. Ég er ekki, þessum með Kim, ég veist, það er engin eitthvað sem ég er að missa mig yfir. Jú, Elwood var alveg þess að missa sig. Já, en samt, með Kylie, það er bara, ég myndi vilja vera allir búningarna hennar, sko, frá 2015. Já, með þess Jasmine og Victoria Angel skilur hjá Kim líka. Já, Victoria's Secret, hún alltaf... Og sér, ég veit ekki, ég elskaði öll. Ok, I can't choose. Ok, Harry Styles sem Elton John. Það er náttúrulega geðvægt. Það er ógeðslega flott. Þetta er ógeðslega fyndi. Kevin Hart sem The Rock. Oh my god. Ógeðslega fyndi. Kylie Jenner sem Marilyn Monroe. Já. Algjörlega. Gleymdum bara að það. Mér finnst það ekkert spes, to be honest. Mér finnst það flott út af bara, þú veist, út af myndatökunni. Því hún tók alla gæin í kringu sig og Diamonds Are Girl Best Friend. En mér finnst það bara svo ógeðslega basic á meða við hana. En mér finnst það flott. Já, mjög flott. Kylie sem Ariel. True. Algjörlega. 10 out of 10. 10 out of 10. Gigi Hadid sem Gaurinn úr The Mask. Þegar hún var með hana. Oh my god. Þegar hún var í gula sútinu með græna, þú veist, þarna framan, það var ógeðslega flott hjá henni. Bara með hattinn og það var svo ógeðslega svona sleek. Kim K og Co sem Flintstones family. Sammála. Svo flott, sko. Allt sem Heidi Klum gerir every year er amazing. Það er bara eins og við rættum, hún er Queen of Halloween og það verður ekki tekið af henni. Kendall sem Álfadís. Sammála. Það kemur hérna aftur Kim og krakkarnir sem Flintstones. Margir sem fílu við það. Já, það var svo sjúklega cute. Ég er ánægð með það. Kardashian Genesisnar sem Victoria's Secret englar. Sammála. Neil Patrick Harris og fjölskylda hans alltaf. Ég þarf að skoða það. Já, ég er þetta veit ekkert. Við rámar að síða. Já. Svo kemur hérna aftur Kylie Jenner sem Marilyn Monroe. Aftur Victoria's Secret englarnir. Ok, ég ætla ekki að lesa það sem þú segja aðalvega sama. En hérna margir segja mitt hérna Victoria's Secret englarnir. Stormy. Já. Ég elska ykkur að hafa sagt bara uppáhaldsbúningi sem hjá Stormy. Stormy í Met Gala outfitinu hennar mömmu sinnar. Það var crazy. Já. Það var svo cute. Það var geðvikt cute. Í fjólublóa Met Gala 2018 lookinu. Já. Vá, hvað flott. Það var svo cute. Og með hárkolluna. Já. Það var svo sæt. Já, annað sæt. Já. Kim K sem Elle Woods. Það er náttúrulega. Ég held að allir séu bara sammála okkur. Ég held það bara.
Svo kemur hérna eitt sem við kannski ekki nefnt allt annað sem eru fullt af svörum sko. En margir að nefna það sama þannig ég ætla ekki að fara í gegnum allt aftur á sama en hérna Khloe Kardashian sem Cruella líka Khloe sem Khaleesi og Tristan sem fucking Tristan en ég man eftir Khloe sem Cruella manstu því og Trú var lítill dalmatíuhundur og myndin sem hún postaði á Instagram var ekki að spesa því að dalmatíuhundar voru svona photoshoppaðir inn á það var ekki svona eitthvað þurftum ekki að hafa auka hund skilur þið voru nóg en hún var ógeðs bara kápan sem hún var í og hárið og svo var Trú bara eitthvað lítið dalmatíuhundur ógeðslega sætt en þetta var svona svörin ég googlaði Neil Patrick Harris og fjölskyldinu þetta eru geggjaði búningar geggjað þeir eru bara Peter Pan skilur hann Peter Pan og krakkar og sjóræringi alltaf hann og maður hans og börnin hans börnin þeirra tvö ekki tvíbur eða eitthvað ég veit ekki hvað tvíbur það getur verið að jú lúkkalega saman aldrei svo hérna eru Batman, Robin krakkanir og þeir eru Jokerinn og Riddler gaman þetta er ég er sammála þeir eru alveg hróskilir hérna eru þau Han Solo Obi-Wan Kenobi, Luke og Leia ég vil vera í þessari fjölskyldu sko. Sign me up gríns ég er ógeðslega spennt fyrir búningunum í ár okkar nei, hjá öllum bara veist það, því að ég veit alveg ég vona að fólk klæði sig upp það er öllum stjórnuna núna en auðvitað alla hérna líka ég er sjúklega spennt fyrir líka mér finnst alltaf gaman að sjá búningana þeirra og bara frumlega heitin eins og þau þegar voru í Flintstones eða sem ormar eða þú veist Kylie sem þú veist Barbie í kassa og maður bara svona oh my god, svo frumleg ég verður til eiga einn dag í lífunu sem ég geti farið í svona góðan þar sem ég geti haft þeirra teimi skilur við, bara haft þeirra teimi og vera að fara að mæta í það gott partí það er bara sign me up dream en þetta var svona Halloween þátturinn það sem er ekki þátturinn nei, þetta er þetta er svona, það er svona innspóð þáttur fyrir búninga og svo kemur Halloween þáttur og okkur laka til að sýna ykkur okkar búning og ykkur er guð velkomið að gíska þetta var svona bara þessi djöfla, við erum að sýna hvað er einfalt að gera bara eitthvað bara við valdur fórum bara að fundum rauða bóli getum þessi hot og smá blóð og smá blóð, mjög einfalt það er ekki verið flókið og svo sjáum við búningur okkar þegar að því kemur sjáumst í næsta þætti og okkur laka til að sjá ykkar búningar sjáumst í næsta